Illugi Gunnarsson tók sér leyfi frá þingstörfum eftir að skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis kom út. Rannsóknarnefndin sendi málefni peningamarkaðssjóðanna til saksóknara og Illugi sat í stjórn hins umtalaða sjóðs 9 hjá Glitni þegar hrunið varð. Á morgun mun hann senda forseta Alþingis bréf og tilkynna að hann hyggist taka aftur til starfa, enda eyði minnisblað lögfræðingsins Aðalsteins Jónassonar endanlega allri óvissu málið. Illugi sestur hjá Þóru Arnórsdóttur. Velkomin Illugi. Takk hérlega. Nú var skaðabótamáli vegna sjóðs 9 vísað frá dómi á sínum tíma og þá bjuggust nú ýmsir við því að þú bara tækir þitt sæti. Hvers vegna finnst þér þetta minnisblað akkurat vera svo vendipunktur að nú sé rétti tíminn til þess? Já, það er alveg rétt hjá þér. Það var höfðað þetta skaðabótamál og því var bæði vísað frá dómi og líka dregið tilbaka flest atriðin sem þar voru sett fram og það skiptir máli. Ég fékk þá sannfæringu að þar hefði verið búið að láta reyna á töluvert af þeim atriðum sem var talað í skýrslu rannsóknarnefndarinnar. En ég vildi fá betri og ítarlegri, eða vonast til þess að kæmi ítarlegri rökstuðningur fyrir málinu. Nú, það hefur komið með þessu minnisblaði, þar sem þá tekið á þeim þáttum öllum sérstaklega sem voru tilteknir sem ástæður þess að það ætti að senda þetta mál til saksóknara. Og það var aðalega umræðan fjárfestingaheimildirnar, að það var mjög umræðan að það hafi verið brotnar fjárfestingareglur og niðurstaðan í þessu skjali sem þú ert nú með þarna fyrir framan þig, að niðurstaðan er svo að það sé klárt mál að það hefði ekki verið gert. Já, og kannski rétt að taka það fram að það voru Íslands sjóðir, þessir fyrrum sjóðir Glitnis sem heita núna Íslands sjóðir sem báðu þetta minnisblað. Já, akkurat, og það er svo sem þetta voru hlutur sem hefði ég geta fengið sjálfur einhvern lögmann til að gera þetta. Hefði það líka verið skynsamlegt, það hefði verið ein leið til að gera það. En ég held að það fari nú mun betur á því að þetta sé með þessari leið, þannig að ég sé ekki að velja með einhvern lögmann og eitthvað þess háttar. Þarna er bara þetta fyrirtæki, það fær þennan lögmann til verkana og það var alveg eðlilegt að því að sami lögmaður hafði mitt verið lögmaður fyrir þetta félag í þessu skaðabótamáli. Þannig að hann auðvitað gjörþekkti alla málavöxtu. En nú gekk gagnrýnin á sjóð 9 eða stjórnans, hún gekk út á tvennt, annars vegar þetta fjárfestingarstefnunni hefði ekki verið fylgt og nú virðist hafa verið úr því skorið að þótt að sé kannski í grunninn rétt að fjárfestingarstefnunni hafi ekki verið fylgt 100% þá hafi engin lög eða reglugerð verið brotin. Hins vegar þessi peningainnspýting rétt eftir að sjóðnum var lokað og sú saga gekk lengi að ríkið hefði dælt þarna 11 milljörðum inn í þegar Þið rétt að það var Glitnir sem keypti bréfin, FL Group og stóða út úr sjónum og það var sagt frá því fréttum að þú hefði lagt mjög mikla áherslu á það á sínum tíma. Í téðri rannsóknarskýrslu kemur það fram. En þótt sjóðsfélagarnir hafi grætt á því að Glitnir keypti þá þarna út, þá voru kröfuhafar bankar sjálfsagt ekki ánægðir. Var það alveg eðlilegur gjörningur? Sko þegar verður efnahagshrun eins og var þarna, þá auðvitað má segja að það verður allt mjög erfitt, svo ekki sem meira sagt. Þarna verða þessir hörmulegu hlutir og það þarf að bregðast við. Það sem skipti máli var það að það var ekki teknir peningar frá ríkinu. Og það er einmitt eins og þú sagðir áðan, sú saga fór á kreik og það var erfitt að kveða hana niður. Það var síðan ákvörðun Glitnis banka sjálfs á þessum tíma, það sé að stjórnar Glitnis, sem þá var ennþá einkabanki, að þeir myndu kaupa þessi bréf. En ríkið var samt búið að segja að það ætlaði að taka yfir 75% eignarhlut. Já, það var búið að segja það, en það gekk ekki eftir í fyrsta lagi og í öðru lagi ef það hefði gengið eftir, og nú erum við að segja þá bara að ef það hefði gengið eftir þá hefði það auðvitað haft áhrif á það hversu mikið hlut ríkið hefði þá tekið yfir að lokum. Í staðinn fyrir að taka 75% þá hefði það tekið meira yfir vantarlega. Það hefði bara endurspeglast í því. Aðalatriðið var það að það gerist ekki og fyrir mig skiptir auðvitað gríðarlega miklu máli sem stjórnmálamann að það skuli ekki hafa verið teknir peningar úr ríkissjóði. Auðvitað er alveg ömurlegt þegar svona hluti gerast og það get ég alveg sagt þér að þetta voru ekki auðveldir tímar. Allt sem ég reyndi að gera í þessu var það að reyna að gera allt mitt besta til þess að vernda hagsmuni þess fólk sem átti þarna peninga inn í þessum sjóðum. Það var auðvitað mín skylda bara sem stjórnarmanns. En hún gat aldrei gengið til þess að ég geti sagt við ríkisstjórn eða Alþingi eða einhvern annan, heyrðu þið að setja peninga þarna. Það hefði þetta aldrei gengið. Nei, en þú lagðir áherslu á það að bankinn legði þessa peninga þarna. Já, ég lagði áherslu á það. Mér fannst það rétt og skynsamlegt. Ég gat ekki ráðið því, vegna þess að það var stjórn bankans sem tók þá ákvörðun. Ég var auðvitað að vinna fyrir mína umbjóðendur, þá sem að ég sat í stjórn fyrir og ég vildi auðvitað reyna það allt sem er í mínu valdi stæði til þess að koma í veg fyrir að skaðinn yrði meiri heldur en nauðsynlegt yrði og óumflýjanlegt væri. En nú hefur sérstakur saksóknari aldrei sagt að málið sé horfið af hans borði. Getur verið alveg vissum að það dúkki aldrei upp aftur þegar hann er komin ofan í bunkan á sínu borði? Já, veistu, ég er það. Ég er sannfærður það svo sé.
Í fyrsta lagi, einmitt eins og ég sagði áðan varðandi þetta skaðabótamál. Það mál var höfðað allt á grundvelli þessar skýrslu rannsóknarnefndarinnar. Lögmennirnir sem drógu tilbaka síðan þessar ásakanir þar gerðu það ekki að gamni sínu. Þeir sáu það bara einfaldlega á þeim gögnum sem fram voru lögð þegar þýddi ekkert að fara með þetta mál fyrir dóm með þessum hætti. Og síðan auðvitað var hluthafi vísað frá, það er rétt. Þessi niðurstaða sem þarna kemur frá þessum lögmanni, sem ég veit að er mjög fær á sínu sviði, hún er mjög afgerandi. Allt þetta hluti sem hægt er að skoða mjög vel. Þetta eru gögn sem liggja fyrir varðandi fjárfestingarnar sem hægt er að skoða. Þetta eru gögn sem liggja fyrir varðandi markaðssetningu á sjóðunum. Þetta liggur allt fyrir opinberlega. Og það sem meira var einmitt, og sérstaklega með þennan sjóð, þó að stundum og margir hafi viljað talað öðruvísi, það voru einmitt opinber þessi gögn. Það lá fyrir í hverju sjóðurinn hafi verið að fjárfesta og svo framvegis. Það er kannski lykilatriði þarna, en þá stendur kannski eftir svo spurning. Hvers vegna þú lendir í þessari stöðu? Þar að segja, í október 2006 fórst í prófkjör hjá Sjálfstæðisflokknum. Í febrúar settist í stjórn sjóðsins, febrúar 2007, kjörin á þing í maí. Fannst þér aldrei vera hagsmunaárekstur í því að fara í prófkjör að hausti þar sem að fyrirtæki veittu milljóna styrki eins og Exista og Samson, FL Group, Adorka, setja síðan í stjórn sjóðs, fjárfestingasjóðs sem er meðal annars að kaupa skuldabréf þessara fyrirtækja og setjast á þing. Sástu aldrei neitt hagsmunaárekstur í því? Í fyrsta lagi var það þannig með þessa starfsemi alla að ákvarðanir kaupa skuldabréfum þær eru aldrei borðnar upp í stjórninni, bara reglunar eru þannig að það er aldrei komið inn á borð stjórnar og sagt ef að fjárfesti þessu eða fjárfesti hinu. Þannig að ég get aldrei hvort þið beitt mér með þeim hætti. Hitt var það líka að ég svo sem var og þeirra skoðunar að þingmenn eiga að hafa góð tengsl við atvinnulífið. Ég held að það sé ekki heppilegt að fylla þingið að bara fólki sem hefur unnið bara hjá hinu opinbera til dæmis. Ég held að það sé ekki skynsamlegt. Og margt í umræðinu núna þingmenn sem ekki þátt í atvinnulífinu þykir mér reynda mjög miður að heyra. Hvað mig varðaði, þá skulle ég bara segja eins og Það var nú bara þannig að þegar þessi ákvörðun tekin, að þegar ég segi já við því að fara, þá var haft samband við mig að hvort ég vildi taka mér sætið þarna og verið í þessari stjórn. Ég hugsaði með mér, já, ég er alveg til í að gera þetta. Þarna er á ferðinni félag þar sem að eftirlitið með allir starfseminni alveg gríðarlegt. Fjármálaeftirlitið fylgist mjög náið með þessu, Seðlabanki fær öll gögn og Kauphöllin og svo framvegis og framvegis. Og ég hugsaði með mér, já, þetta ætti nú að vera nokkuð örugg starfsemi. Og hitt líka það og það getur spurt af hverju sestu, af hverju gerur þetta. Já, það var nú bara það að á þessum tíma, ég meina ég eins og aðrir bara þessum aldri, var kaupið mér mína íbúð og svo framvegis og þarna var auka starf sem ég geti haft og ég hugsaði bara með mér, þetta er eitthvað sem ég get sinnt ásamt þingmennskunni, kemst yfir það og ég get alveg sagt þér líka hvað launu voru, ég fekk útborgað fyrir þessa stjórnarsetu 70.000 krónur á mánuði, það var upphæðin og það skipti mig máli bara í því að borga húsinu og allt það, eða íbúðin okkar. En það voru ekki flóknari ástæður fyrir því og það er ekki þannig og mér finnst reynda svolítið verða svolítið bara almennt í umræðan hér, vera farin að ganga svolítið langt í því að reyna að tengja alla hluti saman með þessum hætti. Það er að segja að það hljóti alltaf að vera eitthvað óeðlilegt eða eitthvað samsæri á bakvið alla hluti. Flóknari var nú ekki myndin heldur en þetta og ég auðvitað var að vonast til þess að því að ég hef bara þannig menntunarbakgrunn, ég er hagfræðingur og ég tók MBA-nám út í London, það er lokið því áður en komið hérna heim til að starfa hér á Íslandi, að það myndi nýtast vel í þessu starfi og ég held að ég hef staðið mig allt ágætlega í þessu starfi og ég líka sagt þér annað, að eftir þessu ósköp að þá hefur maður líka lært mjög margt að gangi í gegnum þetta, að margt sem að maður kannski hélt að væri meiri í lagi eða maður getur leitt sér að hafa minni áhyggjur af sem maður lærir við svona hluti. Ef þú vissir þetta núna, myndirðu taka þetta starf? Þetta er góð spurning. Ég held að maður fari auðvitað mjög varlega í þetta og ég held að maður þurfti auðvitað að skoða sinn gang mjög vel. Ég fell ekki frá því prinsip, ég tel að það sé alveg eðlilegt að alþingismenn eigi að hafa góða tengingar við atvinnulíf þjóðarinnar. Af því atvinnulíf er það bara það sem allur almenningur er að fást við. Já, en leið þú komið góða tengingu við atvinnulíf, þá er líka farið að spyrja hagsmuni. Já, akkúrat, og það er eðlilegt og það er eðlilegt að það sé gert. Og ég held að við höfum svolítið mitt lært af þessu hruni. Til dæmis það sem að ég held að sé til þess betra að alþingismenn skrái hagsmuni sína. Þeir skrái hvort þeir eigi hluti í félögum og svo framvegis. Reynda getur maður velti fyrir sér hvort þeir ættu ekki líka að skrá skuldirnar sínar. Það er síðan önnur umræða og kannski sennilega viðkvæmari. En aðalatriðið að þetta sé allt upp á borðum. Til dæmis eins og í prófkjörunum, að það liggi fyrir til dæmis og ég tel ætti að setja reglur um það, að þegar að prófkjöru lokið áður en að menn síðan taka sæti á framboðslistum, þá ætti að vera búið að birta hvar þeir fengu, frá hverjum þeir fengu styrki og hvað háa. Ég held að það væri til með skynsamlegt, en ekki bíða með það
eftir að þangað til að menn eru komnir í sín sæti. Þannig að það margt sem hægt að læra af þessu og auðvitað það engið þannig í lífinu að maður ger ekki mistök einhvern tímann. Að það sé þannig að manni verður aldrei á eða maður horfir tilbaka og segja, heyrðu, ég gerði allt nákvæmlega sem ég vildi hafa það. En það með mig held ég eins og alla aðra að það sem skiptir mestu máli síðan hvað lærur af þeim mistökum sem þú gerir. Og ég held að ég hafi lært mjög margt af þessu eins og svo margir aðrir sem hafa gengið gegnum þessa erfiðu tíma. Og eitt af því sem maður lærir er það að þú verður að vanda þig alveg rosalega. Allt sem þú gerir verður að vanda þig alveg ofboðslega vel við. Það getur svo margt farið úrskeiðis. Já, það mætti segja manni að það væri margir sem hefði ekki vandað sig. En þú segir að þú hefur hvergi komið að ákvörðunum það hvaða skuldabréf voru keypt og svo framvegis beinlínis í hvaða fjárfestingum sjóðurinn stóð. En hvernig leist þú ábyrgð þína sem stjórnarmanns? Ég bara með hefðbundnum hætti. Okkar var það allir með að fylgjast með því að fjárfestingarreglunar, þær voru virtar, að þetta væri innan heimilda og svo framvegis þess áttar hluti sem að skiptu máli varðandi upplýsingagjöf og þess áttar og heildarstefnu félagsins. Þannig að auðvitað ber maður ábyrgð og maður að taka hana alvarlega og þess vegna taldi ég líka sjá þegar þetta mál kom upp. Þá taldi ég líka alveg nauðsynlegt að stíga til hliðar vegna þess að mér var það skylt vegna þess að myndast þessi óvissa. Og ég var mjög fljótur að taka það ákvörðun. Það tók ekki held ég nema einhver 2-3 daga frá því að nefndin skilaði sín áliti þar til ég búin að taka það ákvörðun. 16. apríl. 16. apríl, akkurat. Og síðan aftur á móti þegar ég kominn að þeirri niðurstöðu eftir að það hafi komið fram þetta plagg sem við erum að ræða hér og eins þessi niðurstöðu á skaðabótamálinu, þá held ég að mér sé jafn skylt ef ég tel svona í hjarta mínu að það sé komið fram öll þau gögn sem skipta máli að þá eigi ég líka að koma aftur til þeirra starfa sem ég var kosin til. Heldur þetta breyti einhverju inn á þingi þegar Bjarni Benediktsson skrifuðu til dæmis grein í desember 2008 þar sem þið lýstu því að niðurstaðan var sú að borgaði sig að sækja aðild að Evrópusambandinu. Bjarni hefur skipt skoðun en þú? Já, þetta auðvitað stórt máli. Ég greiddi atkvæði gegn því á sínum tíma að Ísland myndi sækja aðild að Evrópusambandinu og vegna þess bara að ég taldi að það væri rámt að fara af stað við þessar aðstæður og ég held að það hefur komið ljós og við höfum rétt fyrir okkur. En mér langar rétt að segja bara eitt í lokin. Við skrifum nefnilega líka eina grein ég og Bjarni Benediktsson í febrúar 2008 þar sem við vorum við því að það gæti orðið hér bankahrun. Og ég held að þegar þú horfir tilbaka og maður spyr sig svona hvað hefði maður viljað gera betur að ég svolítið sárið í sjálf á mig að hafa ekki stigið fasta til jarðar í kjölfarið af þeim skrifum og kannski hrópað hærra að því að það ekki þannig eins og stundum talað að enginn hafi séð neitt fyrir. Nei, það eru þá áreiðanlega margir aðrir líka. Kærar þakkir fyrir komuna. Takk hérlega.